Já, komið þið sælir áhorfendur góðir og verið velkomin í KA TV hérna á þessum magnaða sunnudegi hér á Akureyri. Leikur KA og HK í úrvalsdeild karla í blaki framundan. Þetta er loka umferð deildarinnar. Liðin mættust í svakalegu leik hér í gærkvöldi sem að HK fór að endanum með sigur af hólmi í Odda-Rinu. Og já, það var ljóst að KA-liði þarf að vinna annarkvað 3-0 eða 3-1 sigur og vonast eftir að Hamar á sama tíma vinni 3-0 eða 3-1 sigur á liði Vestra á sama tíma. Við munum fylgjast vel með stöðunni á Hveragerði. En kíkjum á liðin hjá HK. Númer 1 er Kristján Dimitrov. Hann átti stórkostlegan leik í gær eins og hann hefur átt allt tímabilið, skoraði að harra grúa stigum. Og nokkuð ljóst að við þurfum að hafa gott auga á honum í dag. Númer 3 er svo Lúðvík Már Matthíasson, uppspilari og fyrirliði HK. Númer 6 er svo Davíð Freyr Eiríksson. Númer 10 Nökkvi Freyr Halldórsson. Númer 11 Matthíus Klóska. Númer 12 er Elvar Örn Halldórsson. Númer 13 Markus Ingi Matthíasson. Númer 15 Kristófer Björn Ólafsson. Kristófer var með einhver 8 blokkstig í gær og ljóst að við þurfum að hafa einhverja lausnir á hans hæð í hárninni. Númer 17 er svo Valens Torfi Ingimundarson og 20 er Arnar Birkir Björnsson, líberóinn hjá þeim Knái og þjálfari er svo Massimo Pistoia. Já, kíkjum bara beint á lið KA. Já, númer 1 er Óskar Fernández Celis. Óskar átti fína leik í gær en grunar að við þurfum að fá meira framlag frá honum í dag. Númer 2 er svo Patrik Gabriel Bors. Númer 3 er Miguel Mateo Castrillo. Mateo skoraði 28 stig eða eitthvað í gær og var stigastur á vellinum. Númer 5 Andri Collins dos Santos. Númer 6 er Birkir Freyr Elvarsson. Númer 7 er Alexander Arnar Þórisson, var með einhver 7 blokkstig í gær. Magnaður á miðunni. Númer 9 er Sölvi Páll Sigurpálsson. Númer 10 er Hermann Björn Ottarsson. Númer 11 Draupnir Jarl Kristjánsson. Númer 12 Edvard Gunstein Bors. Númer 13 Gísli Marteinn Baldvinsson. Númer 14 Börkur Marinusson. Númer 20 Benedikt Rúnar Valtísson og þjálfari svo að sjálfsögðu Andrei Collin dos Santos. Rétt eins og í gær þá er Collin klár sem líberó í fjarveru Arnars Más. En já, nákvæmlega sama í gær, þá klikkar fyrsta uppgjöfin hjá KA-liðinu. Og já, ég var aðeins að kíkja á það að það er eitthvað skrítið með stöðuna í húsinu. Ég kemur til smá.
Já, þá höfum við mætt aftur hérna Hristian Dimitrov með sitt annað stig, jafnar í 3-3. Ég segir Hristian stigahæsti leikmaður deildarinnar og virðist geta skora bara að vild. Og hérna kemur hratt uppspil á miðjuna og en Lexi setur hann út. Þetta gekk mjög vel í gær hjá okkur en Lexi óöppin hérna setur hann út. Og staðan því 4-3 fyrir HK hér í upphafi leiks. Hérna upp á Matti og bombar þessu og þessi er dæmdur úti. Það voru ekki alveg sammála línuverðirnir. En þessi bolti á endanum dæmdur úti. HK komið í 5-3 og 3 stig á þeim. Þar af tveir boltar í röruna út frá KA-liðinu. Þá kemur Kristoffer aftur og skal með flotta móttöku, boltinn er upp á Matti og blokkaður og þetta var frábær hávörn. Ekki Elvar sem tók þetta, syndist mér. Já, þegar maður rétt átti Elvar einhver 3 blokkstig í gær og hann er komið með sitt fyrsta hér í upphafi leiks. Þá gerum við smá breytingu. Tökum hann Börk út og inn á hans það kemur Patrik. Þá setur hann Kristoffer boltan út. En já, Patrik Gabriel Bors kemur hérna í stöðu uppspillara. Matteo með flotta uppgjöf, frábær móttaka hins vegar hjá gestunum og Hristian hinum megin og bombar þessi gólfið. Já, Hristian Dimitrov er algjörlega magnaður. Komið með 3 stig og það er akkurat munurinn á liðunum. 7-4 HK í vil hér í upphafi fyrstu hrinu. Minna það að KA getur farið upp fyrir vestri og þar með upp í 4. sætið sem er lokasætið sem gefur sæti í úrslitakeppninni. En þá þurfum við að vinna 3-0 eða 3-1 sigur hér í dag og treysta á deildarmeistara, bikarmeistara og Íslandsmeistara Hamars gegn liði vestra. En það kemur í ljós. Hörku á sér hjá Hristian Dimitrov. Fastur bolti frá honum og Birkir eðlilega í vandræðum með hennar bolta. 5 stiga munur, HK byrjar þetta af gríðarlegum krafti. Og einhvern veginn skrúast þessi bolti yfir. Og frábær hávörn hjá Patrik. Og Valens blokkaður af Lexa en blokkin út og HK er komið í 10-4. Erfið byrjun hjá KA-liðinu. En þetta svo sem vantar ekki mikið upp á. Og Vinda sjálfsögðu hjálpa að losna við þennan mann úr uppgjöfinni. Og Elvar hérna fljótur að refsa þeirri mistum boltan yfir. Og þá tekur Andrei Collin, þjálfari KA, leikhlé í stöðunni 11-4 fyrir HK. Ekki alveg byrjun sem ætla á okkur.
Já, áfram gengur lítið á K-liðinu, smas út og HK með 6 stig í röð. 12-4 yfir, þurfum að losna við Hristiðan úr uppgjafastöðunni. Vel gett hjá Birki og svo kemur Matteus hinum megin af hávörninni en Matteus Kloskan er að krafsa í boltan, kemur Hristiðan hinum megin og á flottu varnarlegur Káa og þarna kemur Lexi með stíi sem okkur vantaði. Losar stöðuna, setur hann í hávörðina út og minnkar þetta í 7 stig. Svo sem nóg eftir þessari hrinu en þurfum að bæta okkar leik. Kemur Sölvi hérna, Matteus tekur við og lauman frá Lúðvík, algjörlega frábær og gerir hér sitt fyrsta stig. Hann var með einhverja 3 laumur í gær. Ég held að það verið allar hefnast. Var svo í heildina með 4 stig. 1 ás hjá honum. Fín móttaka á Sölva. Boltinn hér upp á Óskar. Óskar neglir þessu en setur hann út. Og HK hann njóta góðs að því að það vantar örlítið upp á miði hjá K-liðinu. Að setja þó nokkra bolta út. Svo voru þeir búin að pressa vel á okkur með uppgjöfunum sínum. Boltinn hér tilbaka á Matteo. Matteo bombar þessu, frábærlega gert. Þetta maður sem við þurfum að virkja. Ég segi að hann skoraði einhver 28 stig í gær. Kominn með 2 stig hér. Þá Lexi í uppgjöf fyrir Gáa, hann var öruggur í sínum aðgerðum í gær. Fín móttaka eins og gestum kemur Matteus Kloska, bombar þessu og Lexi nær ekki að stýra þessu og í kjölfarið þá skiptir hann út fyrir Birki Frey. Varnar sérfræðingin okkar. Og Matteus Kloska sem að spila lítið sem ekkert í fyrirhluta leiksins í gær, kom svo sterkur inn þegar að leiða á leikinn. Komið með sitt fyrsta stig hér og staðans 15-6 fyrir gestina. Kemur Matteo, laumar þessu á miðjuna og Kettir gera hann mjög vel, snyrtilega gert. Og Matteo komið með 3 stig, þar að 2 laumur. Kannski smá þreyttur eftir maraþonleikinn í gær eða bara ótrúlega klókur. Fín vörn, kemur Matteo enn og aftur. Hávörðin tekur kraftinn úr þessu og kemur Hristiðan á afturlínunni og það bara algjört dauða færi þegar Hristiðan kemur hérna á afturlínunni og þessi bolti skellur í gólfinu. Og Lúðvík fyrir HK hér. Þægileg bolt fyrir Birki, boltinn hér upp á Óskar og Óskar blokkaður út. Já, Óskar gerði mikið af þessu í gær að setja hann í hávörðina út og hér hans fyrsta stig í dag. Kemur Óskar hérna, fastur bolti, fín móttaka. Bolti baka á Matteus Kloska sem ýtir honum út. Já. Þetta eru fyrstu mistökinu opnuleik hjá HK sem gefur Káa stig. Það var einu uppgjöf búin að misvarast, annars þetta fyrstu mistökinu hjá þeim. Og það svolítið mikil munurinn á liðunum. Káa búið að gera fleiri mistök. Óskar, hörkubolti, skoppar að netinu, þeir taka vel á móti sig. Hávörðin góði á Káa-liðinu, áfram boltinn í leiki, Matteus Kloska setur hann við frá netinu og hann dansar hann út af. Já, 2 í röð hjá Matteus út. Og Káa búið að laga þetta í 6 stig núna, 3 stig í röð Káa. Við þurfum að halda áfram. Og hörku ás þarna hjá Óskari. Fastur bolti ansi uttalega og
Mattheus reynir að teygja sig í hann, en þetta var ansi erfitt við að eiga og Óskar með fyrsta ás KA-liðsins hér í dag. Hér kemur Óskar aftur, hörkubolti en hann úti og hann núllast þessi ás í rauninni út sem hann náði á hann. Allt í járnum í Hveragerði í upphafi leiksins þar. Matthías Klóska með þessa uppgjöf, fín móttaka á Birki, boltinn upp á Sölva. Sölvi ítir honum hérna frábærlega fram í hártinni og skorar. Já. Sölvi unglinga landsliðsmaður. Það hefur að mér finnst oft máttu kannski fá aðeins stærra hlutverk í KA-liðinu, en var þetta einn af burðarstoppum KAB sem vann fyrstu deildina í vetur og hann kominn á blað hér í dag. Og meðan ég segi orða því þá Kristján Dimitrov að skora sitt 7. stig. Þetta þokkaleg byrjun hjá honum. 18-12 HK. Já, setur hann í netið og KA fær hérna ódýrt stig. Bæði lið búin slíka 2 uppgjöfum hér í fyrstu hrinu. Kemur Matteo fyrir KA. Hörkubolti og þetta ás að sjálfsögðu Matteo. Virkilega flottur bolti, fastur, sveigði til hliðar og þeir voru í vandræðum með hvort að taka hann og svo mitt að stýra hann líka. Þannig að þetta endaði í öflugu stigi 4 stig munur á 9. Kemur Matteo, fastur bolti aftur og Matthías Klóska tekur vel á móti. Kemur Kristján og endar það í gólfinu. Já, það virðist eins og hann geti skorað bara að vild. HK núna 6 stigum frá því að taka þessa fyrstu hrinu. Kemur Kristján. Já, frábær móttaka hjá Óskari, missar hann aðeins svo langt hins vegar og Patrik nær ekki að gera neitt úr þessu. En já, þessi bolti frá Kristján virkilega erfiður og mér fannst nú Óskar gera mjög vel úr þessu, en því miður þá enda þetta í gólfinu hjá okkur og kemur Kristján aftur því fastur bolti og þetta magnaður ás hjá honum. Það einfaldlega allt að ganga upp hjá Kristján Dimitrov núna. 8. stigið hans og komið með 2 ása. Og já, þetta gæti orðið ansi erfitt ef hann ætlar að halda þessu uppi í allan leikinn. Og svo skoppar hann netinu yfir og hérna 3. ásinn Kristján Dimitrov. 9 stig hjá honum og 8 stiga munur á 9 og nú held ég þetta sé að verða ansi erfitt fyrir okkur hérna í þessari fyrstu hrinu. Gleymum því ekki að KA-liðið má ekki tapa 2 hrinum hér í dag. Þá draumurinn úrslitakeppnina úti. Boltinn hér á Kristján og kemur hann aftur í rauninni, engin Hávörn og hann bara leikur sér að slá út í gólfið. Kristján aftur. Það sé eins og var út. Já. Hann KA allavega losa þessa stöðu en aðeins það þarf ýmislegt að ganga upp núna ef strákarnir ætla að gera eitthvað í þessari fyrstu hrinu. Sjáum hvað setur Sölvi Páll. Já, fínn bolti, Matthías tekur hann svo vel á móti, Lúðvík upp á Valens og kemur bolti og Óskar setur í gólfið. Já.
Fínt varnarleikur á strákunum og snýr þessu upp í fínt spil á Óskar og Óskar með sitt 3. stig. 7 stiga munur. Áfram trúum við. Matthías Kloska með fína móttöku, boltinn eins og út af kantinn og Valens setur hann af hávörninni og sækir hérna 24. stigið hjá gestunum. Og þá Valens mættur í uppgjöfina, getur klárað þetta fyrir gestina hér í fyrstu hrinnu. Óskar tekur vel á móti boltinu upp á Óskar tilbaka og setur hann í gólfið, já. Óskar skorar sitt 4. stig, hann að skila sínu hér. En við þurfum að finna einhverja lausnir á honum, Kristján Dimitrov. Ok, þessi boltur á Lexa, skoppar á netinu yfir, kemur Matthías Kloska og Matthías Kloska klárar þetta fyrir HK hér í fyrstu hrinnu. HK vinnur því 17-25 sigur fyrstu hrinnunni. Ekki alveg byrjunni sem við vorum á óska eftir hér á KA-liðinu. En ekki öll von úti. Þurfum við að vinna næstu 3 hrinnur. Á sama tíma Vestri komið 1922 núna í Hveragerði í fyrstu hrinnu. Vestri má ekki vinna 2 hrinnur eða meira. Það er að segja ef við gerum okkar. Þannig að eins og útlitið núna, þá þetta svona ekkert rosalega bjart yfir þessu, en sjáum hvað setur, sjáum hérna hvernig þessi fyrsta hrinna spilaðist. Því miður, HK voru bara miklu sterkari í þessari fyrstu hrinnu, voru fljótir að bara stinga af og stóðu svo áhlaupið okkar þegar við náðum minnka munur hann í 4 stig, en endanum sannfærandi sigur gestana í fyrstu hrinnu. Sjáum svo stigaskorununa HK, Óskar Fernández Elís og Miguel Mateo Castrillo, stigastar KA með 4 stig hvor. Lexi 2 og Sölvi Páll 1 hjá gestunum. Sjáum við þessar tölur í fyrstu hrinnu. Kristján Dimitrov 10 stig og það klárlega eitthvað sem við þurfum að leysa sem allra fyrst, hvernig við höfum að díla við þennan ofurleikmann. Svo þeir Elvar Valens með 3 stig og Matthías Kloska 2. Sjáum svo tölfræðina í fyrstu hrinnunni. Sjáum að KA skorar 6 stig gegn 10, HK með 3 ásakir 2 lögum sitt hvorum megin, mistökum svo sem svipu, en þeir aðalega, sóknarleikurinn HK betri, KA-lið gerði fleiri mistök til að byrja með, svo jafnaðist það aðeins út, en á endanum var eiginlega bara þessi ótrúlega frammistaða hjá Kristján Dimitrov sem að gerði þetta ansi þægilegt fyrir HK í fyrstu hrinnu. Minnum á að kvennaliðið mætast svo í kjölfari hérna klukkan 15:30 eða kannski örlítið seinna ef að þessi leikur dregst eitthvað á langinn. Sem að stelpunir okkar fá deildarmeistaratitilinn í hús og þetta vel gert hjá Gísla Marteini. Hans lætur hann að bolta fara, var við það að taka hann en lét hann fara endanum. Og KA-liðið fær því fyrsta stigið. Bíðum við þá að sjá hvernig fyrsta hrinnan Hveragerði fer. Hérna smá vandræði móttökunni hjá gestunum, kemur Kristján Dimitrov og hann nýtur yfirsýnina sína frábærlega að vanda. Skilar þessi beint í miðuna hérna sem að sárvantaði KA-menn og jafnar í 1-1 hans 11. stig. Kemur Matthías Kloska. Matthías með langa bolta, hann fer út. Birkir lætur hann fara sem rétt ákvörðun. Það var fyrsta hrinna búinn í Hveragerði. Leikmenn Vestra vinna hana 21-25 og eru því á góðri leið með að klára sitt.
En ekki gleyma því að Hamar þeir eiga nú oft til að byrja leikina illa og svara svo fyrir sig í kjölfarið. En flottur ás hér hjá Óskari. Óskar því áfram í uppgjöfinni 3-1 KA. Þetta fínt svar. Óskar hérna flottur bolti, Arntekur móti, kemur svo hörkubolti hér á kantinum og hann dæmdur inni. Já, hann var tæpur. En Valens klárar þetta vel. Það var erfitt að meta þetta. Það var ekki allir alveg samanlega en boltinn dæmdur inni að lokum. Boltinn er upp á Matteo. Matteo í gólfið. Já, já, já. Vel gert hjá Matteo. Nú kemur Lexi í framlínuna. Hermann fyrir KA, góð móttaka, boltinn svo út af kantinn, þeir eru laum og hérna er engin mættur undir. Ég skil að Matteo er aðeins pirrar hérna. Hávörðin er fín, getur svona lítið gert í það ef hann lauma yfir hana en það er engin mættur hérna undir. Og Valens Torfi komið núna með 5 stig, hann er að byrja krafti hér í annarri hreinu. Kristján Dimitrov. En frábær móttaka hjá Birki, boltinn hér út á Gísla Martin og Gísli klárar, já. Gísli rétt eins og Sölvi, lykilmaður í KAB sem að eins og segi unnu fyrstu deildina í vetur. Og gaman að sjá hann fá tækifæri hérna, kemur Matteo. Fýtt bolti, smá vandræði móttökunni og Lúðgren að lauma, sjáum við því, kemur Gísli. Hann blokkaður, Birkir mættur undir, kemur Gísli aftur og aftur á hártinu, núna fer hann út og Gísli sækir gott stig. Gísli Marteinn kom með 2 stig núna. Nýta sénsinn vel hérna. Þetta er fín byrjun annar hreinu. Arnar með flotta móttöku fyrir gestina, kemur Kristján í hártinu út. Já, við náðum allavega að glugga boltan eitthvað en Kristján með sitt 12. stig. Sjáum hvað Valens Torfi gerir hérna. Óskar gerir vel úr þessu og Gísli Marteinn með flotta bolta, þeir ná einhvern veginn að verjast þessu, kemur boltin tilbaka. Aftur Gísli, Gísli er funheitur en vel getið Valens hann í afturlínunni og svo boltin frá Kristján út, engin snerting. Það kom að því, það gekk ekki allt upp hjá honum. Já, kemur Gísli hérna, langur bolti og fer út. Elvar þá fyrir HK, Birkir tekur vel á móti, kemur svo Lexi á miðjunni og hann er að skora, já. Gat algjörlega valið hérna hvar hann setti boltan og setur hann endanum uttalega hérna á Elvar. Og Elvar náði ekki að verjast þessu. Lexi kom með 3 stig. Og spurning hvort hann ná að sína aðra eins framlist eins og hann gerði í gær. Skoraði frábærlega hérna miðjunni í gær og dæmt svo net á KA-liðið. Já, viðkynni það ég var svo mikið að horfa á uppspilið að ég sá ekki alveg hvað gerist þannig nettið en ég síndist að var að benda á hann Óskar að hann hafi ekki sér nettið. En hvað það? Lúðvík fyrir HK.
Gísli fín móttaka, boltinn svo tilbaka á Matteo afturlínunni og Matteo með bolta sem að þeir ná að senda tilbaka, kemur svo Óskar hinum megin og setur hann uttalega. Mattius Kloska ræði við þetta, fær svo boltan sjálfur, setur hann út og þessi bolti var svakalega mikið út og KA fær því 9. stigið sitt. Jæja, við erum að ná að halda í fórustuna hérna. Fín móttaka hjá gestunum, Kristján, blokkaður og Óskar mættur undir, kemur svo Matteo af hávörninni en þeir halda þess á lífi, kemur Kristján aftur, Kristján blokkaður og Hermann nær ekki að lyfta þessum bolta upp í kjölfarið og Kristján því að skora sitt 13. stig, lagastöðunni í 9-7 fyrir HK hér í annari hrinu. Mattius fyrir HK, hörkubolti, frábær móttaka hjá Birki, boltin tilbaka á Óskar, Arnar mættur hérna á réttum stað, Birkir hoppar hann að bolta, missar hann eins og yfir, kemur þessi bolti frá hérna Kristján, fín vörn á KA-liðinu og í kjölfari skorar Matteo. Það var klálega snerting. Það var klálega snerting hérna en þeir virðast hafa mistað í dómararnir. Nei, HK fær stigið. Þeir dæmi boltan úti. Þarna var bara alveg klálega snerting. Og þrátt fyrir mótmæli Matteo þá stendur þetta. Boltinn upp á Matteo og Arnar gerir vel í vörninni, kemur svo Kristján hinum megin og klárar þetta. Jafnar í 9-9. Kristján með 14 stig, það er 10 í fyrstu hrinu. Kemur Mattius Kloska, setur hann út. Já, Mattius ekki alveg fundið miðið í dag. Hann er búinn að setja af þessum 5 boltum sem hafa klikkað hjá HK, þá held ég að Mattius eigi 4. Það er að segja í opnum leik. Og frábærlega gert eins og Mattius þarna í afturlínunni og Gísli nær að halda þess að lífi og þetta er vantarlega 4. boltinn, já. Hann náði mikið að kom boltan yfir í 3 og þetta smass frá Matteo var sá 4, það er bannað. Og staðan nú jafn 10-10. Já, veistu við aðeins vera að missa einbeitinguna og HK er komið aftur inn í þetta. Boltinn á Matteo, þetta gerða algjörlega frábærlega. Tekur boltan eða þegar hann komin aftur fyrir sig og þá er Hávörðin á leiðinni niður og nær ekki að eiga við þetta. Og Matteo kom með 6 stig í dag. KA stígi yfir hér. Mattius Kloska í smá vandræðum, vel getur Lúðvík hérna nær að stýra boltanum á réttan stað. Matteo setur hann svo yfir. Lúðvík tilbaka, Kristján, já, flott Hávörð. Það er dæmt net á KA-liði og já, þetta búið svona aðeins stöngin út undan undanferðu en ennþá jöfn staða. Frábær móttaka hérna hjá Birki og svo í kjölfari Matteo. Frábærlega smassa hjá honum en þessi móttaka hjá Birki algjörlega upp á 10. Frábær bolti var Kristján að vanda. Birkir stýrir honum beint á Patrik uppspyrjara og Matteo kláraði vel. Matteo núna komin í uppgjafstöðuna. Já, og hann skorar ás.
Sittur hann á Kristján og Kristján brosir bara. Þetta var flottu bolti hjá Matteo. Kemur Káa 2 stigum yfir, annar ásinn hjá Matteo í dag. Kemur Matteo aftur, hörkubolti, Matteus Kloska missar hans var yfir og Lexi bombar þessu bolta. Þarna eins og Lúðvík mættur í hávörðinni en boltin af Lúðvík og út. Þannig að Lexi fær stigið. Það er virkilega anda aðeins léttar hérna. Lúðvík var algjörlega mættur hérna á mótunum. Þetta missaði boltan yfir. Nú þurfum við að nýta okkur þetta. Kemur boltin á Gísla. Gísli setur hann í netið. Já. Skítur skeiður eins og maðurinn sagði. Gísli annars búinn að eiga fína innkomu hérna í annarri hreinu. Kemur Valens Torfi með hennar bolta, Birkir flott móttaka, Patrik á Lexa, Lexi hittir boltan ekki alveg nægilega vel. Fyrir enn í leik, Matteus Kloska reynir að íta hérna utalega, Óskar eins og mættur, kemur Gísli af hávörninni og út. Káaliði fær stigið, já. Gísli Marteinn Baldvinsson með 3 stig hér. Flott innkoma hjá Gísla. Og hann mættur í ykki á stöðuna, Matteus Kloska tekur á móti og fær boltan tilbaka og slæðir hann virkilega vel hérna meðfram hávörninni og Óskar er ennþá á leiðinni hérna, þannig að hann átti lítið möguleika í þetta. Matteus Kloska kom með 3 stig öllum smössum. Hamar að byrja vel aðra hreinuna á Hveragerði sem er jákvæmt fyrir okkur. Og hérna refsa Lexi, þetta er vel gert. Já, Lexi kom með 5 stig. Og Káa 3 stigum yfir hérna 16-13, nú fer þetta að vera ansi mikilvægt að halda út, en þá setur Lexi boltan út. Og þetta er ennþá allt í járnum hér í annar hreinu. Gleymið því ekki að Káa-liðið má ekki tapa annar hreinu í dag. Þannig að við erum með baki upp í vegg. Fín móttaka á Óskar í boltinn, svo upp á Óskar tilbaka og Óskar klárar þetta frábærlega. Já. Hans 7. stig í dag. Og þá tekur Massimo Pistoia, þjálfari HK leikhlé. Káa 3 stigum yfir, vantar 5 stig viðbót til að klára þessa aðra hreinu og þar með jafnamitin 1-1. Eins og ég segi, Hamarsmenn 14-10 yfir á sama tíma í Hveragerði í annarri hreinu eftir að Vestri tók fyrstu hreinuna. En já, sjáum hérna skórustig. Matteo með 8 stig, Óskar 6, Lexi 5, Gísli Matti 3. Kristján kom með 14 í HK og Valens 5. Svo er Matteus Kloska og Elvar Örn báðir með 3 stig. En já, sjáum hvað þetta leikhlé skilar gestunum. Patrik í uppgjöfinni og móttakan fín, kemur Kristján en við náum verðast þessu og svo kemur kjölfarið þessi bolti út. Kristófer hérna í fínni stöðu til að refsa, fekk hérna þægilega bolta tilbaka en heppnir ekki með honum, setur hann út. Káa 18, HK 14. Langur bolti, Arnar tekur þetta vel og svo boltin á Matteus Kloska, hann er 1 á móti Óskari og klárar þetta. Já, erfið staða fyrir Óskar hann í hávörninni, 1 á móti Matteus. Og Matteus
fer svo sjálfur í uppgjöfuna 18-15. Káa áfram með yfirhöndina og kemur Matthías með hennar bolta í net. Ok, þá aftur 4 stiga munur. Óskar Fernández fyrir Káa, getur nú alveg sótt Ása líka. Hörkubolti frá honum og hann að sækja hérna Ása, hlaut að koma að því. Frábær bolti hjá Óskari. Óskar kom með 3 Ása. Vel gert hjá Óskari og kemur sér 20-15. Já, þetta flott. Óskar aftur. Hörkubolti, frábær vörn hins vegar, þetta var erfitt að eiga við þetta og svo náðu ekki að verðast þessum bolta frá Kristján. Og Kristján losar þetta fyrir gestina. Fjögurra stiga munur. HK reynir að það geta að koma tilbaka en kemur Gísli fyrir Káa, setur hann út. Hitt hann ekki alveg nægilega vel hérna. Kristoffer Björn, hennar bolta setur hann út. 21-17, færumst aðeins nær þessu. Hermann fyrir Káa. Sjáum að uppgjöfnýtingin betri hjá Káa. Valens með bolta, ágætlega gert hjá Hermanni og sjáið, Lexi, hann sækir þetta stig. Þeir voru að fara að íta þessi bolta niður í gólf og Lexi eiginlega bara slæra hann í hárnina eða í HK og út. Og Lexi brosir alveg út af eyrum þarna. Þeir eru með eitthvað að mótmanna þessu en ég sé ekki betur en þetta hafi verið bara 50-50 boltið þarna. Og ég ánægð með Kristján Dimitrov, hann óskaði bara Lexi til hamingju með velunni stig. Káa 22-17 yfir hérna. Káa-liðið fær þetta stig. Ég veit ekki alveg hvað Lúður getur sett út á þetta. Þetta var bara bolti beinti við netti sem bæði lið reyndu við. Og Lexi hafði heppnina með sér hérna. Þá tekur Massimo sitt seinna leikli hér í annarri hreinu. 22-17 fyrir Káa. Mikið ættu við náum að jafna þetta. Og eins og ég búinn að segja nokkur sinnum, Káa-liðið má ekki tapa annarri hreinu hér í dag. Við þurfum að vinna 3-1 og treysta á að Hamar í Hveragerði vinni 3-1 sigur af Vestra, staðan 1-0 fyrir Vestra í Hveragerði. Hamar 17-16 yfir í annarri hreinu. Kemur Hermann og móttakan fín. Kristján og þarna kemur Lexi, þarna náðu að stoppa Kristján Dimitrov. Já, hann mennskur greinilega. Lexi fagnar eðlilega gífurlega. Það ekkert grín að ná að blokka hann að gæja. 23-17 fyrir Káa. Þetta fara að líta vel út. Lúðvík á Kristján, hann fljótur að svara fyrir sig. Hann hafi ekki haft neitt húmor fyrir því að vera blokkaður þarna áðan. Og skorar hér sitt 16. stig. Fer svo í uppgjafstöðuna. Þá tökum við strax leikhlé. Reynum að kæla niður. Hann búinn að reynast okkur erfiður í uppgjöfunum. Hann alveg ótrúlega öruggur með hvað hann að taka eitt fasta bolta. En já,
við fylgjumst áfram vel með hvað gerast í Hveragerði. Það helst að 18 í annarri hreinu. En K.A. leiðir hér 23-18 í K-milinu. Minnum aftur á að K.A. og HK mætast kl. 15:30 hér í úrvalsdeild kvenna. Það sem að stelpurnar okkar að fara að lyfta deildarmeistaratitlinum. Já, þetta kemur Kristján með ás fyrir gestina. Minnkar þetta í 4. K.A. þarf 2 stig. Þú meðal að losa sem allra fyrst að Kristján sé í uppgjöfinni. Kemur boltin frá honum. Óskar næra verðast þessu missar hann yfir og Matteo næra verðast þessu og svo kemur Lexi með þennan bolta. Þetta var erfitt, er hálfgerð nauðvörn og strákur brosa út af eyrum. Matteo náði að krafsa í boltan hérna og Lexi svo eiginlega ítir boltanum í gólfið hérna. Kemur K.A. í 24-19, já. Þetta er 1 stig til að klára hreinuna, jafna hann verið í 1-1. Kemur Matteo. Næja, smá bíð á honum. Eitt bolti hérna sem að rann ekki alveg eins og ætlum okkur. En jæja, Matteo. Hann komið honum ás, núna myndi klára þetta og hann er klárlega að fara að sækja. Boltinn á netinu og í gólfið. Ásinn klárar þessa aðra hreinu og K.A. vinnur 25-19. Jafnar í 1-1, við erum ennþá á lífi hérna. 3. ásinn hjá Matteo og K.A. komið 6 ása. Þeir eru búin að skipta sér bróðurlega myndi sinn, Matteo og Óskar, báðum 3. Og sjáum hérna K.A. með gott svar eftir erfiða fyrstu hreinu. Vel gert hjá strákunum. Kíkjum á tímalínuna í þessari annarri hreinu. Já, K.A. með yfirhundina nær allan tíman og má alveg segja að það tekið þetta sanngjarnt. 25-19 á endanum. Við náðum að loka aðeins betur á Kristján og svona og dreifðu líka svo sem okkar sóknarleik ágætlega. Það sjáum við að Matteo komið 9 stig, þar af 5 í síðustu hreinu, Lexi með 8. ætla ekki 5 í þessari annar hreinu. Óskar með 7 stig, 3 í síðustu hreinu. Gísli Marteinn kom sterkur inn, hann gerði 3 stig öll í þessari annar hreinu. Og Kristján kom með 17 stig. Valens Torfi 5, Mattius Kloska 4, Elvarar 3. Sjáum svo tölfræðina hér í annari hreinu. 25-19 sigur K.A. Flottur sóknarleikur hjá K.A. 12 smasti gegn 8, 4 ása gegn 1. Vísu 1 lauma hjá K.A. gegn 2. Annars var, já, og svo 1 blokk hjá K.A. gegn Engri hjá HK. Sjáum það að K.A. liðið að spila virkilega flottan sóknarleik hérna í annar hreinu. Og 4 uppgjafir sem að misheppnast hjá gestunum. K.A. allan tíman yfir í annar hreinu og svöruðu vel fyrir sig. Við erum hins vegar að bíða og sjá hvað gerist í Hveragerði. Ef að Vestri tekur hreinu 2 hér í þá er draumurinn úti hjá okkur, saman hvernig fer hjá okkur. Já, það er orðið staðfest. Vestri vinnur hreinu 2 í Hveragerði 21-25 og er þá komið með stigið mikilvæga sem að vantaði. Já, þannig er þetta vist að fara
Það eru það vestramenn sem að fara í úrslitakeppnina. En við höldum áfram hér og Óskar með frábæra blokk. Já. Frábært blokki Óskari og hann fagnar hann svo vel og innilega. Ég segi auðvitað viljum við klára leikinn vel og sækja góðan sigur í loka leiknum okkar. Þetta er flottur bolti hjá honum Nökkva Frey. Hann er að koma HK aftur yfir. Nei, fyrirgeðu hérna, hérna mittin fyrirgeði. Ruglast aðeins hann að 1-1 hér í þriðju hreinu. Birkir, góð móttaka, kemur Óskar hinum megin og bombar þessu. Lúðvík missir móttökuna yfir, kemur Óskar aftur og frábær hávörn hjá honum Nökkva. Nökkvi nær að sjá við Óskari þarna. Og hann er að byrja þessa þriðju hreinu af miklum krafti. Kemur Lúðvík, Birkir með flotta móttöku og hratt uppspil á Hermann. Og Hermann Byring er að klára þetta frábærlega. Hermann Byring Óttarsson, 2 stig bæði á smössum hjá honum. Og þessi bolti út frá Óskari. En já, eins og segi með þessum sigri hjá þessari stöðu sem við komum upp á í Hveragerði að Vestri komi í 2-0. Það þýðir það að það eru vestramenn sem enda í 4. sæti deildarinnar. Og ljóst að KA missir af úrslitakeppninni þetta árið. Kemur Matteo. Og svo þessi bolti í neti frá Markusi. Jæja, 3-3. Og Markus og hérna vel gert hjá Gísla. Og þessi bolti enn á lífi, Markus setur hann yfir og Patrik setur hann upp á Matteo. Matteo setur hann út og HK fær því stigið. Já, vill ekki eftir Óskari, boltins upp á Gísla. Gísli svolítið aftarlega og setur boltan út í kjölfarið. Já, þessi ekki endilega besti boltin upp á Gísla og Gísli nær ekki að halda boltanum inn á. Óskar tekur við þessu, gefur Matteo hinum megin og setur hann af netinu út, fengið snerting hérna. Og HK 3 stig í röð, komnir í 6-3. Boltinn hérna upp á Matteo. Matteo, já! Kristján var komin í einhverja furðulega stöðu þarna. Var boltaninn bara í bakið á sér út. Og Matteo komið með sinn 10. stig. En Kristján, hann hlær bara að þessu. Kemur Matteo, setur hann í netið.
Grímur Kristján og þessi inni. Já, nú erum við að lenda í ansi erfiðri stöðu. Ég segi þó að sénsinn á úrslitakeppninni sé farin, þá ætlum við endilega að halda dampi. Og boltinn hérna endar yfir, Óskar setur hann upp á Matteo setur hann í netið, gengur lítið upp á KA-liðinu núna og þetta að verða ansi erfið byrjun hér, 4-9 HK í vil í þriðju hinu. Kemur Kristján og Óskar gerir mjög vel í móttökunni og Gísli svo af háorninni og kemur Markus fyrir gestina, setur hann út. En það var greinilega snerting sem ég greinilega misti af og HK fær stigið 10-4 þá tökur KA leikli. Já, það spurning hvort að strákarnir séu búin að heyra af stöðinni í Hveragerði og séu kannski aðeins að detta niður í kjölfarið að möguleikin á úrslitakeppninni sé farin. En svona þetta. Eins og segi, kvennaliðið okkar deildarmeistarar spila sinn lokaleik gegn HK núna eftir klukkan 3:30. Fá Lyftarsvot bikarnum í kjölfarið. Það að sjálfsög fara í úrslitakeppnina. Svo klukkan 6 KA að spila sinn lokaleik í Ólisteild karla í vetur. Mæta Gróttu á Seltjarnarnesi, sá leikur í beinni klukkan 6 á Gróttu TV á YouTube. En já, þessi bolti frá Kristján út. Gísli hérna fyrir KA og boltinn út á Markus reynar að lauma hann yfir og svo dæmt tvíslag á KA-liðið. Lítið þess að segja. Og Óskar fær svo boltan tilbaka eftir þessa móttöku og það fínu bolta. Gáli fær boltan tilbaka og svo kemur Matteo og setur hann í gólfið. Já. Við erum klára hjá Matteo. Matteo komið með 11 stig. Minnkar þetta í 12-6. Lexi þá í uppgjörinu fyrir KA. Og þetta klikkar á gestunum, já. Já, ná ekki að koma boltan tilbaka og staðan núna 12-7. Lexi. Fít bolti, þeir eru í vandræði með þetta og aftur Lexi að skora. Já. 8-5 fyrir KA í Ásum hérna og þá setur Lexi boltan í netið og 7. uppgjöfun sem klikkar á KA. 8 klikkað hjá gestunum eins og við sjáum hér.
Elvar Örn í uppgjafastuði fyrir HK. Birkir missi boltann eins og yfir og þarna eru fljót til að refsa. Já, Davíð Freyr að skora sitt fyrsta stig í leiknum og þessi var fyrsta stig hans helgina. Man alltaf ekkert að hann að skora í gær. Boltinn svo út á Óskar og Óskar blokkaður og boltinn endar inni, þannig að HK fær stigið. Frábær blokk þarna og já, sýndist að hafa verið Lúðvík sem að klára þetta. Þá er aftur uppspilarara breyting hjá KA-liðinu. Þá er það Draupnir Jarl mættur til leiks. Draupnir stóð í ströngu á Eikar og skautamótinu sem var hérna fyrir norðan helgina. Spilaði alla með einhverjum 3 liðum á því móti og er núna mættur í KA-liði og er svo vel fagnað hérna eftir að setja boltan upp á Matteo. Matteo skorar sitt 12. stig. Já, 15-9, það verður að hafa gaman að þessu þó að við séum ekki að ná okkar ætlunum í vetur. En Óskar Fernández, þetta gerir hann frábærlega, bombar sig gólfið. Móttakan fín og gesturinn kemur svo Kristján á afturlínunni og Birkir nær að verðast þessu og kemur Nökkvi, hann er blokkaður og aftur kemur þá Nökkvi, situr hann á hávörninni og í kjölfari nær Draupnir ekki að stýra þessu og Nökkvi Freyr með sitt 3. stig. Já, staðan 13-7 fyrir Vestra í þriðjunni gegn Hamar, þannig að það er ljóst að það var ekki mikill möguleiki af því að við myndum ná að stela 4. sætinu í dag. Það er morgunljóst að Vestramenn eru að klára lið Hamars. En Hermann hérna með sitt 3. stig í dag. Vel gert hjá honum. Kemur svo boltinn hérna frá Óskari. Móttakan hins vegar fínu gesturinn kemur Kristján og Kristján er að skora hans 19. stig í dag og ef mér skjáttlast ekki þá er þetta hans 400. stig í deildinni í vetur. Nei, fyrir ekki, hann var með 391 fyrir leikinn, þetta er hans 410. stig. Lang stiga eftir í vetur. Og Nökkvi skora svo ás hérna meðan ég er að reyna að leggja saman einfalda starffræði hjá Kristján Dimitrov. En Kristján, já, algjörlega magnaður, 19 stig hjá honum í dag. 25 stig eitthvað svoleiðis í gær. En hér er dæmt net á gestina. Og fín Hávörn, en Hákon er að skilast tilbaka, nú þurfa að nýta sénsinn. Boltinn á Lexa og aftur hér er að verjast frábærlega, vil geta Nökkva þarna. Hávörn góð að káa, HK í smá vandræðum, en Markus setur hann svo á Hávörninu í gólfið. Og þetta virðist alltaf vera einn af þessum dögum. Þarna spilaði KA frábæra vörn og pressuðum vel á HK. En allt kom fyrir ekki og stigið endaði hjá Kestunum.
Já, HK komið í 20-12 stöðu hér í þriðju hrinnu. Þessi bolti í netið. Lexi með hennar bolta, Hávardin nær að verðast þessu, hvar endar þetta, Markus setur hann yfir, en Matteo mættur undir, draupnir upp á Gísla, Gísli setur hann út. Nei, það gengur einfallega ekki alveg nóg mikið hjá okkur. Kemur Kristján með hennar bolta, Birkir tekur vel á móti, boltinn svo upp á Matteo, Matteo þarf að slá hann yfir sem hann gerir og svo kemur Nökkvi hérna, frábær vörn hjá Birki, kemur Gísli innum megin og Gísli að skora. Já. Flottur bolti á Gísla og frábær vörn hjá Birki. Birki Freyr múin að eiga bara fína leik í líberostöðun okkar, en því miður þá HK bara búin að eiga svona stöður í leik og talandi það, þá fer þessi bolti frá Gísla út. Kemur HK 8 stigum yfir og sjáum að nú uppgjafanýtingin orðin svo sama hjá liðunum, 86% eftir að Káa hafði haft yfirhundina þar og frábærlega gert hjá Elvari að bjarga þessum bolta eins og upp á Óskar setur hann í netið, ætla að vera klókur hérna, sneiða bolta fram í hárninni en tókst ekki og HK hendur sem nokkuð ljóst að þeir eru að taka þessa þriðju hrinnu, komast í 2-1. Og Birkir næra kraf sína bolta, missar hann yfir, Óskar með fína hávörn. Kemur Nökkvi hér fyrir gestina og Óskar svarar þá, Birkir mættur undir, Óskar fær boltan aftur, það sem hann gerir, setur hann af hávörninni en boltinn skoppar í Óskar á leiðinu út og HK fær því stigið. Það einfallega lítið sem ekkert að ganga upp á Káa-liðinu. Staðan orðin 24-14 hér í þessari þriðju hrinnu. HK að klára þetta. Þetta á sjánum Markus Ingi Mattíasson sækir 25. stigið og HK vinnur þessa þriðju hrinnu 25-14. Og já, það bara svona hálfgett gjaldrót hjá strákunum hérna. Það gekk ekki alveg upp hjá okkur núna. Og sjáum hérna bara einfallega rautt á gráu að HK hafi algjöra yfirbyrði í þessari þriðju hrinnu. Svöruðu þarna fyrir tapið í annar hrinnu sem Káa tók 25-19 og já, þetta þá var endanlega ljóst að Káa náði ekki heldur að klára sitt. Það er að segja að Hamarsmenn hefðu lagt vestramenn að velli en það er ekki heldur að gerast, þannig að þetta því miður ekki okkar dagur. Sjáum hérna stigaskorununa. Fór nú minna fyrir Kristján Dimitrov í þessari hrinnu. En það kom ekki að sök, hann komið 19 stig, það 2 í síðustu hrinnu.
Valens Torfi 5, Nökkvi og Mattius báði 4 stig, hjá K.A. Mattius með 12, Lexi 10, Óskar 9, Gísli Margrét 4. Kíkjum svo á tölfræðina. Já, sjáum hérna stórsigur HK í þriðrinu 14-25. Nú var það bara K.A.lið gerði mikið af mistökum. Sjáum hérna 12 stig sem HK fær eftir mistök á K.A.liðinu. Það er einfallega allt of mikið. Þarna munaði 8 stigum á liðinum. En síðan eru þeir með fleiri ása og fleiri blokki líka. Þannig að já, þeir voru einfallega öflugir í þessari hrinu. Kópavogs búar. Og fjórða hrina fara af stað. Gæti orðið loka hrina K.A. í vetur, þar segja karlamegin. En sjáum hvað setur. Leikurinn í gær fór í 8 hrinu. Lúðvík sem hefur leik hér fyrir gestina. Fínn bolti hjá honum, Gíslinn sem með fína móttöku, draupnir upp á Óskar í gólfið. Já. Þetta er flott. Og gaman að sjá líka Benedikt Rúnar Valtísson er einnig kominn inn á. Það er að gera. Leifum öllum að spila. Draupnir með bolta og Draupnir að skora ás. Já. Vel gert Draupnir. Jarl Kristjánsson. Flottur ás hjá honum. Efnilegur strákur í unglingalandsliðinu. Og gaman að sjá hann fá síðan sinn hérna. Há skorar Kristján hérna, setur boltan af háutinu út og Kristján komið hann með 20 stig í dag. Þar af 10 í fyrstu hrinu. Kemur Óskar og hvar endar þetta? Markus hérna, fastur bolti. Setur hann út, engin snerting, þetta er bara út og K.A. fær stigið. K.A. 3-1 yfir hér í upphæði fjórðu hrinu. Kemur Óskar hér, setur hann eins og í netið og þetta er þá 9. uppgjöf sem klikkar að K.A. Sjáum hérna 9-9 í misjöfnum uppgjöfum hjá liðunum. Draupnir upp á Matteo skóplar honum niður og erfitt að verjast þessu og Matteo skorar. Hans 13. stig í dag. Kemur Benedikt, setur hann í netið eins og það er. Og þá skiptir hann út. Svo við erum alltaf vön. Það fáum þetta lípar á inn fyrir miðju í afturlínunni. En Kristján. Fastur bolti, frábær móttaka hjá Birki, boltins upp á Gísla og Gísli setur hann algjörlega út í línu og skorar 5-3. Já, Gísli með 5 stig, vel gert í honum.
Kemur Matti á menna bolta. Fín móttaka og vel varist hjá strákunum og Gísli, nei, hann nær ekki að setja hann réttum yfir antennuna. Andri Collin er ekki sammála þessu, vill meina þetta verið hendurtekið. Nei, það er einfallega að boltinn hafi dæmdur úti. Háka færði stigið. Eitthvað að ræða ennþá. Friðrika, sem er nú einn af línuvörðunum okkar, hún vil meina það að þessi bolti hafi farið réttu megin. Hún er allavega ekki sammála þessu. Allavega sýnist mér allavega á látbræðinar, ég ekki hvað hún er að segja svo sem. En það breytir ekki því að HK fær stigið. En þá er leik lokið í Hveragerði. Vestri vinnur 3-0 sigur að liði Hamars. Það er þá annað tap Hamars bara í sögunni. Það er að segja eftir þeir komið með liði í úrslitina. Það var alltaf ekkert undir hjá Hamarsmönnum í þessum leik. Allt undir hjá Vestramönnum. Og það er því liðið Vestra sem er að fara í úrslitakeppnina og mun þar að mæta Hamar. Og óskum Vestramönnum til hamingju með það að hafa náð fjórðasætinu mikilvæga. Við hins vegar höldum áfram að byggja upp okkar lið. Bara breytingar á okkar liði, uppbygging í gangi. Strákarnir náttúrulega fóru í bikarúrslitaleikinn á dögunum sem gerðu virkilega vel. Hefur verið stígandi í liðinu í vetur eftir svona brösuga byrjun og kannski alveg nógu mikil stöðuleika. En því miður þá þessi ágæti lokakafli ekki að duga til að fara upp fyrir liðið Vestra. Hér kemur Matti og reynir að lauma og þeir eru að verjast þessu. Þetta var fjórði, já, þetta var fjórða sendingin. Þetta var eitthvað klikk hjá HK. Lúðvík ætlar eitthvað að ræða þetta en þetta var allan daginn fjórða snerting. Sást hann bara líka bara á látbræði leikmanna að það svona einhvern veginn að kom hik bara hefði á Þetta var örugglega fjórða, þar að segja hjá leikmönnum HK. Þannig að framheldur þetta og þetta kemur frábærlega gert hjá Gísla. Gísli Marteinn með ás, hérna hans 7. stig. KA 5-7 yfir hér í fjórðu hreinu. Kemur Gísli hérna, en þessi út hjá honum, var ekkert mikið út en úti var hann. Þá Kristofur fyrirgefið fyrir gestina, kemur Óskar og þessi bolti skoppar af netinu og svo hendar hann í gólfið. Og Óskar komið með 11 stig. Fín móttaka, svo boltinn á Kristján. Kristján setur hann út. Já, þessi var út. Það sést svo sem ekki í mynd, en það er meira en að segja að vera línuvörður fylgist með boltanum og vera svo að passa upp að sjálfa sig að fá ekki boltan í sig. Þessi bolti var allan daginn úti. Kemur Lexi. Setur hann hins vegar í netið.
Gísli erfiðleikum hennar bolta, missar hann yfir, kemur Kristján, Hávartin hins vegar fín og boltinn upp á Matteo, Matteo reyna að lauma og þeir skóflega sig niður, vel gert hjá Kristján. Kristján skorar hérna sitt 21. stig, hans fyrsta blokk og við sjáum að við erum að vera búið með plássi hérna í borðanum okkar. Það kemur Óskar inn að lauma og það gengur. Það fór hérna 2 undir boltan. Og þá var þetta smá árekstur og fyrir vikið þá fór boltinn hjá Óskari í gólfið. Óskar 12 stig, hans fyrsta lauma í dag. Draupnir, fínn bolti og endar svo hjá Kristján Dimitrov. Námið verðast þessu, kemur Matteo og aftur Kristján að blokka. Minkar þetta í 1 stig hér, 10-9. Draupnir upp á Óskar, Óskar af hávörninni, þeir ná að verjast þessu, boltinn svo upp á Markus, Markus af hávörninni, ja, vel gert. Draupnir upp og Matteo skorar, boltinn eiginlega skoppar hann tilbaka af hávörninni á Kristján og netinu og þetta, já. Endar í 14. stigi Matteo, vel gert. Kemur þessu aftur í 2 stig fyrir KA. Hér í 4. hrinu. Kemur Óskar. Hörkubolti og þessi bolti svo upp í loft frá honum Arnari. Og þetta því ás, Óskar Fernández Celis. 13 stig í leiknum, þar af 4 ásar, vel gert Óskar. KA-liðið komið í heildina með 11 ásar, að sækja ansi vel í uppgjörinu okkar. Og aftur Óskar að skora ás. Já, vel gert, frábærlega vel gert. 5 ásar, takk fyrir. Og þá tekur Massimo leikli fyrir HK, reynir að trufla Óskar eitthvað hana. En já, það verður bara einfallega viðurkennast að strákarnir hafa svona, þetta er svona típisku leikur fyrir veturinn okkar. Við erum að sýna virkilega flotta frammistöður inn á milli, en dottið niður þess á milli og vantað stöðuleikan heilt yfir í vetur og það er svona kristallast í leiknum hér í dag. En Óskar áfram í uppgjöfinni. Núna er hann að sækja enn 1 ásinn. Kemur Óskar. Hörkubolti en frábær móttaka, missa boltann eins og var yfir og bolti tilbaka á Matteo, Matteo blokkaður út og KA fær stigið, já. 4. stigið í röð hjá KA, Matteo komið 15 heldina og skotriðin hjá Óskari heldur því áfram. Kemur Óskar, frábær bolti, Arnar tekur hins vegar vel að móti boltinn svo á Kristján og Kristján blokkaður og missa boltan svo yfir í kjölfarið. Matteo býst afsökunar, ætlaði að setja hann aðeins utar hana en gekk ekki og í kjölfarið skorar svo Kristján Dimitrov enn 1 stigið sitt, 23 í honum og Matteo aftur býst afsökunar, hann sá þarna að hornið var opið en hann náði bara því miður ekki alveg að hitta þangað. Draupnir upp á Matteo, Matteo í gólfið, já.
og tekur gleði sín á ný. Jæja, boltinn upp á miðjuna og vel klárað. Kristófer með sitt fyrsta stig í leiknum já. Svo sem ekki spilað jafn mikið í dag eins og gerði í gær, en hann kom að því, hann skoraði. Átti virkilega flottan leik í gær. Þessi það sem hann skoraði með hans 8 blokkstig. Boltinn svo upp á Gísla Martin Gísli, en þeir ná að verðast þessu. Kemur svo boltinn á Markus setur hann utalega, en Óskar er mættur þar. Boltinn þá aftur á Gísla, Gísli fastan bolta, Arnar vel staðsettur. Kemur Markus aftur og Óskar nær að verðast þessu. Boltinn upp frá Gísla og við skiljum hann yfir. Þá er sénsinn hjá gestunum, kemur Markus enn og aftur, hann er blokkaður og já, Káa fær stigið og Matteo með þessa blokk fagnar að hætti húsins. Já, fyrsta blokkinn hans Matteo í kvöld. 11-16, Matteo menn að bolta og við það að fá ásinn þeir ná að berga þessu. Draupnir upp, kemur Gísli blokkaður. Birkir eins og mættur undir, kemur svo Gísli aftur og Gísli, frábær vörn hjá HK. Þá reynum við aftur, Draupnir á Lexa, Lexi laumar, frábærlega gett hjá Arnari, vörnin til fyrirmyndir HK núna. Draupnir aftur, nú kemur Matteo og Kristján, boltinn skoppar í sæti á dómaranum og Káa fær í stigið. Þetta var alvöru sóknarleikur á Káa-liðinu og á sama tíma frábæra varnarleikur á HK. En þetta hlaut að enda með stigi fyrir Káa. Kemur Matteo og sækir ásinn, já. 18-11 Káa hér í fjórðu hreinu. Þetta er flott, 19 stig á Matteo. Fjórði ásinn í honum, hann og Óskar að sækja vel í uppgjöfunum. Kemur Matteo. Setur hann í netið. Það má ekki hrósa of mikið. 13. uppgjöfun sem klikkar á Káa. Káa eins og með 13 ása, þannig að það er jafnræði þar á milli. HK eins og með 8 ása og 9 uppgjöf sem var klikkað. Draupnir upp á Lexa og Lexi af hárutinu út. Þetta er vel gert. Það er svo erfitt að eiga við. Lexi fær sína góðu bolta. Og Lexi komið með 11 stig eins og við sjáum þar af 6 smöss. Kemur Gísli, flottu bolti, flott móttaka. Kemur svo boltinn hér á Nökkva og Nökkvi er að skora. Minnkar þetta í 13-19. 5. stigið hjá Nökkva. En já, fyrir ykkur sem mistaði þá er sem sé orðið ljóst að Káa fer ekki í úrslitakeppnina. Vestri vann 3-0 sigur á Hamar í Hveragerði og það þýðir það skiptir engum máli hvernig þessi leikur fer hér í dag hjá Káa. Við munum aldrei ná liði Vestra í deildinni og munum því enda í 5. sæti í deildinni í vetur. En já, þessi bolti frá Lexa út. 14-20 staðan. Lúðvík fyrir gestina. Kemur hérna og við náum að berga þessu. Matti setur hann yfir. Og Kristján Dimitrov, hann mun allan daginn klára svona færi. Kristján kom með 24 stig.
Lúðvík hér með hennar bolta, Óskar tekur vel á móti, Draupnir upp á Matti og afturlínunni, Matti og nei, þeir skilja hún yfir og Draupnir ætlar að refsa og þessi bolti að Draupnir fór í netið og því dæmt fjórslag á Káa, þetta er rétt. Þetta er einfallega réttur dómur, HK 3 stig í röð, þeir eru að hóta því að koma tilbaka hérna. Óskar á Draupnir upp á Benedikt, en Benedikt setur hann út. Staðan 20-17. Kemur Lúðvík fyrir HK, boltinn af netinu, Gísli næra krafsi í þetta, missar boltan yfir og svo kemur Kristján Dimitrov af hárinu út. 5 stig í röð hjá HK og þeir eru að koma sér aftur inn í þetta. 20-18 fyrir Káa, 25 stig hjá Kristján. Æja, boltinn upp á Matti og Matti á laumar og þeir eru að bjarga þessu. Já, hérna hér vörnin hjá HK algjörlega frábær. Kemur svo Óskar með þessa bombu, Arnar að verðast þessu. Boltinn upp á Kristján laumar, þetta er Draupnir verðstafsettur. Boltinn svo upp á Óskar og Óskar af hávörninni. En er boltinn í leik, kemur Nökkvi hér af hávörninni, já. Birkir undir, Þetta Draupnir setur svo upp á Óskar og Óskar setur hann út og það gengur nákvæmlega ekkert hjá Káa núna. Staðan var 20-13 hérna rétt áðan. 6 stig í röð hjá HK, hafði breytt stöðunni í 20-19 og við erum að fara í æsi spennandi loka kafla. Væntanlega kemur Lúðvík hér, Gísli tekur við og Matteo, hann er svo blokkaður og HK snýr vörnin svo, kemur Kristján blokkaður út og HK jafnar metin í 20-20, ekki lengur pláss þarna fyrir alla þessa bolta. Nú snýr bara boltir og 7 stig í HK. Þá tekur Andrei Collin Dos Santos þjálfari Káa leikhlé. Og eitthvað sem við þurfum að gera til þess að reyna að losa þessa stöðu sem er búin að skila 7 stigum í röð hjá HK. Já, höldu áfram leik hérna Lúðvík fyrir gestina. Fín vörn Káa, kom boltan yfir en kemur Kristján. En Matteo sér vel við þessu, boltin svo aftur á Matteo, já, þarna kom það. Þarna kom stíið sem voru að bíða svo mikið eftir. Matteo 20 stig í leiknum, kemur Káa í 21-20. 13 smöss af þessum 20 stigum hjá honum. Og boltinn hér út á Kristján af hávörninni, fín hávörn. Og Draupnir upp á Óskar og Óskar af hávörninni og út, já. 22-20, 16. stig hjá Óskari, flottur leikur í honum. Draupnir áfram í uppgjöfinni. Kemur Draupnir hérna. Fít bolti hjá honum, þeir eru bandaraði með þetta, skilur hann yfir. Draupnir upp á Matteo skorar, já. Flott svar eftir hennan 7-0 kafla HK, þá hefur komið 3 í röð á Káa núna. (23-20) er Káa að fara að knýja fram Oddarhinnu.
Draupnir með að bolta, Arnar tekur vel á móti og kemur Kristján með bolta, fín vörn, Óskar klárar, já, þetta málið. Flottu varnarleikur, í kjölfarið kemur svo Óskar með þetta magnaða 17. stig sitt. Kemur KA í 24-20, vantar 1 stig í viðbót. Draupnir búin að vera öruggur í sínum uppgjöfum. Hér kemur hann aftur, flottu bolti, þeir eru í smá vandræði með þetta. Skilur hann yfir. Draupnir, tilbaka á Matteo. Nei, enn eru að verðast þessu, skilur hann tilbaka. Og þá setur Benedikt boltan í netið og HK enn á lífi. Við erum áfram að pressa á rosalega en varnarleikurinn hjá gestunum virkilega góður. Þá tekur KA leikli. Þurfum 1 stig í viðbót til þess að fá Oddahreinuna. Jæja, áfram með þetta. Dæmt tvíslag hérna á KA-liði. Matti var ekki alveg sammála þessu en saman hvort það verið dæmt eða ekki þá voru alltaf að missa boltanna í erfiða stöðu, þannig að HK fær stigið 24-22. Eftir fínn bolti en nú móttakan góð. Kemur Óskar. Óskar klárar þetta og við erum að fara í Oddahrinu. Já. 25-22. Já, það klárt. Við erum að fara í Oddahrinu hér rétt eins og í gær. Það að nú að hins vegar KA sem að knýr fram Oddahrinu. Það voru gestirnir sem gerðu það í gær. Minnum á að samkvæmt plani leikur KA og HK í úrslit kvenna klukkan 3:30. Gæti kannski dregist aðeins. Við erum að fara í Oddahrinu hérna. En sjáum hérna hvernig hreinan spilaðist. KA-liðið með frumkvæðið. Komust hérna í frábæra stöðu í 2013. En HK gerir þá 7 stig í röð en komust ekki yfir. KA-liðið svaraði strax og vinnur að lokum 25-22 sigur. Og því erum við að fara í Oddahrinu. Matteo stigastur að KA með 21 stig, Óskar 18, Lexi 11, Gísli Marteinn með 6 og Hermann með 3. Já, gesturum þar Kristján Dimitrov 26 stig, Nökkvi og Valens báði með 5, Mattius Kloska 4 og Lúðvík með 3. Kíkjum svo á tölfræðina úr þessari 4. hrinu. Kemur hér. Sjáum að KA-liðið spilaði frábæra sókn. 15 stig úr smössum af 25. Svo er það 5 ásar einnig og 1 lauma. Þannig að sjá að þetta eru 21 stig sem eru að sækja með smössum, ásum og laumum. Svo er 1 blokkstil líka. Engin uppgjöf sem klikkaði á HK. Þeir gerðu 3 mistök. Þannig að þetta er eiginlega alveg magnaða tölur, það er ekki oft maður sér svona. HK hins vegar með 7 smöss, engan ás, enga laumu. En nú erum við 2 blokkir. En já, þá erum við klári í Oddahreinuna. Eins og
Heflaust vitið, þá Oddaverjan upp í 15 og liðin skipta vallarhelming þegar að annað liðið komið upp í 8 stig. Þá erum við klári í Oddaverjuna. Draupnir heldur áfram láta til sín taka í uppgjöfunum. Kemur Draupnir hérna, flottur bolti og hann inni til létt hann fara, hérna skrúfaðist inn þarna og Draupnir Jarl komið með 2 stig í þessum leik. Draupnir með bæði stigin úr ásum. Nú taka hins vegar vel á móti, kemur boltinn svo Kristján og Kristján skorar. Birkir ágætlega staðsettur en nær því miður ekki að eiga þennan bolta og þá Kristján komið með 27 stig. Þá klikkar uppgjöfin hjá Lúðvík. Óskar fyrir Káa, 2-1 staða hér og Arnar setur hann yfir. Óskar tekur vel á móti, Draupnir upp á Gísla, Gísli blokkaður, frábært geta Benedikt þegar hann að íta þessum bolta aftur og svo skorar Gísli. Boltinn festist í hávörninni og dettur svo í gólfið og Gísli Marteinn skoraði og Káa komið í 3-1. Óskar fyrir Káa. Hörkubolti og þetta ásjá Óskari, já. Hans 19. stig. Fjögur 1 fyrir Káa. Óskar. Hvað gerir hann í kjölfarið? Kemur hér hörkubolti, skoppar á netinu en þeir ná að verðast þessu vel gert. Reyna að lauma, Matti og Matti undir, Draupnir upp á Gísla og dæmt tvíslag á Draupni. Það búið að dæma þó nokkuð tvíslag í dag. Nú meira maður orðið vanur. Engir sénsar gefnir hérna. Já, aftur klikkar uppgjöf hjá gestunum, Valens Torfi setur hann í netið. Staðan hér 5-2 fyrir Káa í Oddaverjunni og Benedikt Rúnar Valtísson fyrir Káa í uppgjöfunni. Sjáum hvað Benedikt gerir, setur í netið á hann. Núna þetta flottu bolti, þeir missa móttökuna yfir hins vegar. Draupnir upp á Lexi, hittir hann ekki alveg vel og þeir ná að verðast þessu. Og einhver samskiptaleysi þarna, kemur Draupnir á Matti og Matti á laumar og þessi bolti dettur einhvern veginn í gólfið. Skoppar hann af netinu og svo í gólfið. Og Matti kom með 22 stig. Vel gert Matteo. Káa 6-2 yfir. Og móttakan fín og gesturinn boltinn hér upp á Kristján og Kristján. Já, Matteo næra að íta þessu bolti upp í loftið. Og Lexi skilur hann svo tilbaka. Kemur Markus hérna, en Benedikt gerir þetta vel, engin lípur í hókunum, vörðin engar segir góð og kemur svo Matteo og bombar þessi gólfið. Já. Frábær vörðin á strákunum. Það greinilega ekki alltaf sem það þarf að hafa lípur inn á vellinu til þess að spila alvöru vörð. Kemur Benedikt hér aftur flottu bolti á honum.
og Kristján. En aftur vörnin í lagi, kemur Matteo, situr hann hér uttalega og Lúðvík tekur við þessu, þeir skilja hann tilbaka, nú þurfum við aftur að pressa, kemur Lexi og vá, Lexi neglir þessi í gólfið og þetta 8. stigið, 8-2, frábær byrjun á Odda-hreininni á KA-liðinu og þá skipta liðin vallar helming. Já, þetta gaman að sjá, strákarnir með virkilega flotta frammistöðu hér. Það er greinilegt að þeir ætla sér að enda þetta almennilega, enda þetta með sigri. Það viljum við að sjálfsögðu. 4 stig í röð hjá KA-liðinu. Já, spurning hvað svör gestirnir hafa við þessu. KA-liðið einfaldlega átti flotta hreinu áðan, jöfnuðu í 2-2 og að halda áfram flottum dampi hér í Odda-hreinunni, 8-2 yfir. Benedikt hann utalega og já, fer út. Og þá kemur Birkir Freyr aftur inn. Það pressa á Birkir núna. Vörnin var frábær án hans. Óskar áttur upp svo upp á Matteo meðan langan og þessi dæmdur úti, þetta var tvísýnt. Endanum dæmdur úti og 2 stig í röð hjá HK. HK sem sýndi það magnaða frammistöðu áðan þegar þeir skoruðu 7 stig í röð, jöfnuðu úr 20-13 í 20-20. Já, vel geta Birki og kemur svo Lexi og neglir þessi í gólfið. Já. Höldum áfram að sækja 13 stig hjá Lexa. Matteo, já, hörku ás hjá Matteo. Það hennill ásinn hjá honum. Sjá, hann komið 24 stig í heildina og þar af 5 ásar hjá honum. KA-liðið með 16 ása í heild í dag, það ansi vel gert. Fín hávörn hjá Gísla þarna og hvar endar þetta? Markus hinum meginn, situr hann í hávörðuna út og Markus mingar þetta í 10-5, hans 4. stig í dag. Það tekur KA leikhlé, það mun sem að Kristján Dimitrov að fara í uppgjöfina. Það búið að vera hansi erfiður í dag, hvort sem það í uppstilduleik eða uppgjöfunum sínum. En já, við minnum aftur á að kvennaliðið mætast svo í kjölfarið í lokaleik þeirra í deildinni. HK missir af úrslitakeppninni kvennamegin. KA deildar meistari og fær bikarinn í leikslok. Þetta svona eiginlega öfug staða með að sem í gangi hér, sem að KA missir af úrslitakeppninni í karlamegin. HK í öðru sæti í deildinni. En við hvetjum alla sem geta til að mæta í KA-liðinu enn eftir og hylla okkar frábæra lið. Sem stelpurnar eru deildarmeistarar og eru svo náttúrulega bikarmeistarar síðustu helgi. En sjáu þið þennan bolta hjá Kristján Dimitrov. Hörku ásján, hans 7. ás í dag. Hann komið 28 stig í heildina. Hann með 6 ása af 9 hjá HK. Hér kemur hann aftur. Matteo nær að verast þessu, vel gert.
kemur svo sjálfur og setur hann í netið. Og munurinn skyndilega 3 stig. 3 stig rauðu HK, 10-7. Kemur Kristján aftur, en nú klikkar hann. Hann setur boltan í netið. Og fær þarna fagn úr stúkunni, ungir KA-strákar á trómunum. Átt að vilja sér heyra, þau vilja sigur í þessum leik. Og þá mætir Gísli Marteinn í uppgjöfina. Fastur bolti frá honum, setur hann í netið og aftur 3 stiga munur. KA 11, HK 8. Sjáum hvað Markus gerir hér. Birkir tekur ágætlega á móti boltinn svo upp á Matteo. Matteo blokkaður. Já, frábær blokkarna hjá Elvari. Og kemur Óskar með þennan bolta og upp í blaðmannastúkuna og næstu því í myndavélina. Þessi betur við að sleppu það. Og Óskar kemur KA í 12-9. Kemur leggsir minna bolta, setur hann út. Þetta er ekki búið, 12-10 núna. Elvar hér með hennar bolta. Birkir tekur á móti. Kemur Óskar ansi aftarlega, gerir vel úr þessu og kemur Óskar aftur og þessi er úti. En það er dæmt touch. HK ekki sáttir. Annar línuvörðurinn sá að boltinn fór út. Hinn línuvörðurinn sér snertinguna og það gerir það verkum að KA fær stigið. Þannig er Lúðvík eitthvað að ræða málið eins og svo oft áður hér í dag. En það breytir engu. KA 13, HK 10. Draupnir á fítbolti frá honum. Kemur svo Kristján á afturlínunni, fastur bolti. Hann er úti, engin snerting. KA komið 14-10. Já, nú er KA einu stigi frá því að klára oddarinnuna og sækja þar með sigur í leiknum. Kemur Draupnir hér. En ná að verðast þessu. Kemur svo Nökkvi hérna, boltinn skoppar á netinu. Og fyrir vikið er erfiðar að lesi hérna bolta, endar í gólfinu. Ja. Sjáum hér hvað Lúðvík gerir. 14-11, engin mistök í boði fyrir Lúðvík. Hann kemur bara þægilegan bolta. Boltinn hér upp á Óskar. Óskar ítir honum inn, hann er inni og KA vinnur þennan leik 15-11. Vinnur þessar hreinu 15-11 og leikið það með 3-2. Flottur endir á leiknum en því miður þá er þetta ekki nóg til að liðið fari í úrslitakeppnina. En enga síður vel gert strákarnir að svara fyrir sig og enda veturinn á sigri. En því miður þá er þetta lokaleikur strákarna í vetur. Enda í 5. sæti í deildinni. Þessum við renna hratt yfir tölfræðina.
Áður tókum smá pásu og komum svo fersk inn í seinni leik dagsins þegar KA Háka mætast kvennamegin. Sáum hérna úrslitin í hrinunum. Já, kíkjum kannski bara beint á stigaskorurina. Sjáum hérna Matteo stigastöru KA með 24 stig, Óskar 22, Lexi 13, Gísli Martin 7, Hermann Byrring 3, Draupnir 2 og Sölvi Páll 1. Á gestunum þar skoraði Kristján Dimitrov 28 stig, var algjör yfirbara maður í stigaskorinu af þeim. Nökkvi Freyr þar á eftir með 6, Valens 5, Matteus Gróska, Elvar Örn og Markus Allir með 4 stig, Lúðvík Már 3, Davíð Freyr 2 og Kristofur Björn 1. Sjáum svo tölfræðina hér í 5. hrinunni, eða 8 hrinunni. 15-11 sigur KA, tóku snemma afgerandi fórustu í 8. hrinunni og unnu á lokum með sannfærandi 15-11 sigur. 6 Masti gegn 3, 3 Ásar KA gegn 1, 2 laumur hjá KA gegn Engri og já, svona í heildina flott svar hjá KA eftir lendi 2-1 undir, sigur í 4. hrinu og vinna leikinn á endanum 3-2. En þetta já, kíkjum við sér örstuð á samtals tölfræðina. Sjáum hérna KA-lið 46, Smasti gegn 34, 16 Ásari KA gegn 9, sóknarleikurinn KA virkilega góður, á sama tíma var vörnin virkilega öflug á HK. Endanum það KA sem að sækir sigur í 8. hrinu, svara það fyrir tapið í gær sem að HK vann í 8. hrinu. En ég held að höfum að setja gott minnum á kvennaleikinn sem að hefst hér eftir smástund í beinni á KA TV. Endilega komið í KA-milið og sjáum við sérfnum að lyfta bikarnum, en sjáumst í bili. Bless, bless!